Já, þakka kærlega fyrir þetta Ágúst og ykkur öllum fyrir að taka þátt í vinnustofunni. En eftir allt það sem við erum búin að hlusta á hér í dag einmitt mjög mikilvægt að fara yfir það að álagsstýring í ferðaþjónustu getur aukið þjóðhagslega hagsæld og hagnað fyrirtækja eins og Ragnar kom réttilega inn á hérna áðan. En það verður þá að vera þannig að hún sé framkvæmd með skynsamlegum hætti og hér orðið skynsamlega augljóslega lykil atriði. Það má aldrei gleyma því að í þessari umræðu að verðmætasköpun ferðaþjónustunnar verður til með sókn atvinnugreinarinnar og því verður einfaldlega að taka fullt tillit til hennar þegar við ræðum álagsstýringu. Hvað þá við ætlum að fara að taka frekari ákvarðanir álagsstýringu með heildrænni hætti. Af því það er jú sú sókn, sú aukna verðmætasköpun sem bætir lífskjör okkar allra hér á landi og það er einmitt markmiðið. En með þessum orðum vil ég kynna næstu pallborðsumræður og bjóða velkomin á svið ráðherra ferðamála, Lilju Dögg Alfreðsdóttir, umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra Guðlaug Þór Þórðarson, Björn Ragnarsson, forstjóra Icelandia og Helgu Árnadóttur, framkvæmdastjóra hjá Bláa lóninu, sem og Pétur Óskarsson, mannin í brúnni hjá Samtökum ferðaþjónustunnar, formann SAF, sem mun stýra pallborðinu og loka ráðstefnunni. Og því þakka ég bara fyrir mig og takk fyrir að hafa verið fundarstjóri hérna með ykkur í dag, búið virkilega ánægjulegt og ég legg fundarstjórn í hendur formann SAF. Takk. Já, komið sæl, kæru gestir. Það verið að mæka upp hérna gestina í pallborðið. Þetta búið að vera frábær dagur og bara takk fyrir að vera hérna öll. Það sem mér finnst mjög mikilvægt sem formanni Samtaka ferðaþjónustunnar sem að vill þróa þessa atvinnugrein áfram, mikilvægt að við séum að starta þessari umræðu núna í þessu umfangi, þar að segja með þessum í þessum formi sem við erum að gera. Það eru hérna allir við borðið, Umhverfisstofnun, Ferðamálastofa, fólk frá þjóðgörðunum og svo auðvitað fyrirtækin og orð eru til alls fyrst og samtal eins og þetta og námstefna eins og þetta. Ég verð að segja það að erlendu fyrirlestrarnir okkar og þeir innlendu komið með mjög mikið af borðinu sem verður auðvitað svona food for thoughts fyrir okkur í framhaldinu. Það á eftir að vera mikil umræða þetta mál og við höfum vonandi öll eftir að taka þátt í því með hag þjóðarinnar að leiðarljósi. Við erum auðvitað í þessari atvinnugrein til þess að skapa verðmæti og þeir sem eru í stjórnsýslunni og annars staðar í kringum greinina gera sér auðvitað grein fyrir því að við erum að þetta er sameiginlegt verkefni sem við erum að fara í með álagsstýringunni. Við sjáum vandamálin, einhver spurði af hverju núna. Það eru bara merki það að við þurfum að skapa okkur einhverja stóra heildstæða stefnu í þessum málaflokki. Við sýnist allir vera tilbúnir, þannig að við skellum okkur í panelinn. Já, mér langar að bjóða okkur fyrst hjartanlega velkomin og búið að kynna okkur en takk fyrir að taka þátt í þessu hérna í dag. Þetta er búið að vera mjög áhugavert og spennandi og fróðlegt. Mér langar að kannski dýpka á einhverju og ræða líka einhver sérstök mál við stjórnmálamennina. Einhver hafa sendt mér úr salnum spurningar, ég veit ekki hvort ég kemst í þær en það er eitthvað af þeim ég með eitthvað af þeim í vasanum líka ef ég verð sjálfur uppi skroppa. En við byrjum daginn í dag á að spurja nokkra aðila úr ferðaþjónustunni hvað er álagsstýring fyrir ykkur
í fyrsta lagi og í öðru lagi þörf á álagsstýringu á Íslandi og mér langar bara að byrja á þeirri spurningu og byrja hjá þér Lilja og fara svo hérna í þessa áttina. Já, takk fyrir þessa spurningu. Ég var einmitt að hugsa það hvort við þyrftum ekki einhverju svona álagsstýringu á stjórnmálin. Það alltaf bara eitthvað, bara aðeins að grínast hérna, líti á Gullan rosa alvarlegur. Ég held að það var samþykkt ferðamálastefna á Alþingi núna á vorþingi sem stefna sem gerð í rosalega miklu samstarfi við ferðaþjónustuaðila og kemur á vondri íslensku, þetta svona svokallað bottom-up approach, nálgun og ég held að ein aðgerðin þar að skoða álagsstýringu en álagsstýringin byggir auðvitað fyrst á góðri þolmarkagreiningu og við þurfum fyrst að sjá að það sé raunveruleg þörf á álagsstýringu og þetta partur af verkfærakistu sem bæði stjórnvöld en fyrst og síðast auðvitað atvinnugreinin sjálf þarf að vinna með okkur í að átta okkur á því hvort að þessi þörf á þessu. Við vitum að umhverfisstofa hefur verið með þolmarkagreiningar og nokkrir staðir hafa verið á rauðu en miklu fleiri hafa ekki verið á rauðu. Þannig að ég segi bara eins og með allt, þetta til staðar ef við þurfum á þessu að halda en við þurfum að vanda okkur við innleiðinguna og ekki til að mynda fara að segja að það sé einhver vandi þegar hann mögulega þar ekki og þannig að eins og ég segi þetta til staðar en við þurfum að beita því hiklaust á réttan hátt. Takk, Guðlaugur. Já, til að skilgreina það, ég myndi segja álagsstýring allavega í mínum huga, náttúrulega númer 1 ef við hugsaum kannski það sem að mér svona stendur hvað næst, að það við þurfum að sjá til þess að falleg náttúruperla verði ekki að drullusvæði. Og það gerist alveg ótrúlega hratt ef að við vöndum okkur ekki og maður alveg sé dæmi það. En síðan hitt, þá held ég líka bara að snúma þessu við, hvernig vilt þú upplifa þá staði sem þú ert að heimsækja, að því við erum öll líka ferðamenn. Að það þannig að þú vilt njóta þess að upplifa eitthvað eins og sért algjörlega ofan í næsta. Og síðan þurfum við auðvitað eins og Lilja kemur inn á, við þurfum að vanda til verka, við höfum ekki gera til þess, álagsstýringin til þess að þú fáir að njóta og komir ánægður heim eftir að vera búin að heimsækja einhverja staði og sérstaklega þegar kemur að náttúruperlum, að þá viltu líka fá að njóta þeirra eins og þeir eru og það að segja að þú vilt ekki vera í einhverju sem við stundum sjáum ef við vöndum okkur ekki og íslensk náttúra held ég með fullyrða eins og önnur náttúra, ég held ekkert, bara norðurslóða náttúra bara þannig að það þarf ekki mikinn átróning til þess að það verði mikill skaði. Helga, gjörðu svo vel. Já, þetta skilgreina þegar stórt spurt, en það svolítið að tryggja með einum öðrum hætti upplifun gestsins, hvort að gestur sé ferðamaður eða bara við heimamenn eða hvað í stóru myndinni. Og ég var svona að pæla í hvort að við getum tengt þetta við skilgreiningu bara á gestrisni. Maður velti fyrir sig gestrisni í gamla daga, menn í torfbæjunum, gestir komu og þeir fengu rúmin og þeir borðuðu mat heimamanna og svo framvegis. Svo miðja síðustu öld þá voru húsbyggð og það var alltaf hugsað að hafa stórar stofur og pínulítil barnaherbergi alltaf að tryggja gestin og gestristin og þetta. Og maður velti fyrir sig hvort að álagsstýring geti verið sjálfbær gestrisni. Það að segja, við getum út af því að maður hugsa fyrir fjölskyldur ekki sjálfbært að taka matinn og taka herbergi og svona. Álagsstýring mögulega sjálfbær gestrisni. Það að segja, við tryggjum þannig þá þessi félagslegu, umhverfislegu og efnahagslegu þætti sem maður þarf til að tryggja þessa sjálfbæru svo ferðaþjónustu. Ég var eitthvað að reyna að vera svona heimspekileg. Já, þetta var gott hér, vel gert. Góð pæling. Já, ég byrjaði að starfa í ferðaþjónustu fyrir 25 ára síðan og þá voru held ég jafnmargir ferðamenn og Íslendingar að koma til landsins og þetta náttúrulega mikið breyst og okkur tekist alveg frábærlega finnst mér í íslenskri ferðaþjónustu álagsstýra. Hér kemur fjöldi ferðamann til landsins allt árið kring, þannig að við erum búin að gera frábæra hluti og við auðvitað erum í ferðaþjónustu að gera það með margvíslegum hætti. Í getum verðlag, það er ódýrara að koma hérna á veturnar og við leggjum áherslu í markaðsstarfinu eins og mínu fyrirtæki að markaðssetja
þessa lágu punkta meira til þess að hvetja mitt fólk til þess að koma á þeim tímum. Þannig að mikið erum við að gera og höfum mikið gert, en auðvitað getum við gert betur. Nákvæmlega. Þú vildir aðeins bregðast við, Já, mér langar kannski bara aðeins að minnast á varðandi sjálfbærni að auðvitað í ferðamálastefnunni þá eru við að leggja sérstaka áherslu á sjálfbærni og að það sé þetta jafnvægi á milli samfélagsins, náttúru og auðvitað leggja mikla áherslu á upplifun gesta og alveg eins og Björn segir að þá hefur líka tekist mjög vel til og það var kannski, mitt innlegg var kannski líka svolítið að við getum ekki látið kannski alltaf umræðu líðandi stundar ráða nákvæmlega því sem við erum að gera. Það sem ég er að segja, förum í, alvöru þolmarka greiningu og setjum þetta svo á. Þannig að við séum ekki einhvern veginn að því að menn segja, það kemur kannski ein frétt og við könnumst alveg við það að það sé alveg bara stappað og tekið viðtal við einhverja þrjá sem eru alveg ofboðslega óánægðir og svo kemur pressa á stjórnmálin. En ég kannski að segja, bara horfum á staðreyndir. Og ég meina, mér finnst það líka bara oft þegar við erum að tala ferðaþjónustu að einhvern veginn, hún sé stundum ekki mjög staðreynda miðuð, af því að alveg eins og Björn segir, ég meina það voru hérna 400.000 2010, komin í 2,3 á þessum stutta tíma og ég sammála þetta hefur gengið alveg ofboðslega vel, skapa störf, auka landsframleiðslu, gjaldeyristekjur í fyrsta sinn, í raun og veru viðskiptajöfnuðurinn okkar sjálfbær í viðskipta á lýðveldistímum. Þannig að mér finnst einhvern veginn líka það sem hefur pirrað mig stundum einhvern veginn það bara einhver frétt, það bara sagt þetta svona, en það ekki farið, það ekki unnin öll sem vinna. Hérna, þegar kemur að því að álagsstýra og sérstaklega á náttúruperlum sem hafa ekki endalaust, geti ekki endalaust tekið við gestum, þá kemur að því að það þarf að deila almannagæðum til einhverja aðila, einhverja rekstraraðila. Mér langaði kannski að beina því til þín, Guðlaugur. Hvernig getum við tryggt eða gert það með sanngjörnum og góðum hætti þannig að sé sátt og líka þannig að þau fyrirtæki sem hafa nú þegar fjárfest í markaðssetningu og uppbyggingu áfangastaða að þau njóti góðs af. Hvaða svona leiðir getum við farið í því? Það er auðvitað stór spurning en þetta er eina af þessum spurningum sem að hanga auðvitað í loftinu í þessar umræðu. Já, ég ætla bara að leysa þetta hérna. Nei, þetta er bara eitt af þessum, ef ekki bara segja þetta sé bara þessum áskorunum sem verðum að takast á við, af því allir hafa verið að tala hér réttilega að íslenska ferðaþjónusta er eitt ævintýri sem gengið mjög vel þó að það sé allra handa áskorunir og þeim munu alltaf fjölga og meðal annars vegna þess að við ráðum ekki alltaf hvað gerir það verkum að allt í einu verður einhver náttúruperla á svona vinsælum ferðamannastað. Fjaðurárgljúfur er nú örugglega frægasta dæmið, þar sem að bara fyrir nokkrum árum voru eigendurnir bara þeir voru að synda í gljúfrinu. En svo kom einhver maður sem er víst frægur, þetta er Justin Bieber og tók mynd og þá breyttist allt saman. En þú verður að hafa eitthvað jafnvægi, það er náttúrulega auðvelt að segja að það er bara jafnræði, já, það er náttúrulega við þurfum að hafa þessum útgangspunkt, en þú verður náttúrulega líka að það er mjög ósanngjarnt og ef að þeir aðilar sem að nutu sem eru búin að byggja upp staðinn kannski mjög mörg ár, ef að þeir fá ekki að njóta þess. En þetta er ekki alveg einfalt því miður, en þetta kallar auðvitað á samtal. Ég held að þess að það skipti máli að við séum núna komið með náttúruverndarstofnun, þess að með alla þjóðgarðana og friðlýstu svæðin, vegna þess að menn hafa líka þegar tala um jafnræði þá tala um hvað hafa sömu reglur allstaðar. En hins vegar er þetta ekki svona algjört Excel-skjal, þetta er mismunandi aðstæður á hverjum stað fyrir sig þó þú þurfir að halda sömu prinsipin. En því að, og svo er þetta líka og það, ég líti á það bara sem spennandi, ég bara er þannig, í mínu starfi núna, ég var nú þess að ég var í öðru embættinu, þá var ég út allan heim, nú er ég bara hér á Íslandi og þetta er alveg stórkostlegt. Og maður er alltaf búið að mynda sér skoðunum upp á staðinn, svo bara fer maður eitthvað annað á morgun og maður er bara það komið nýr og við erum ekki búin að tæma, Ísland, það er ekki þannig að það sé þarna ekki hægt að nýta því að menn kvart undan því með réttu eða röngu að það sé mikið fólki á ákveðnum stað. En guð minn almáttugur, hvað er mörgir staðir sem er mikið inni þar sé að það eru bara mjög fáiðar en náttúrufegurinn er alveg gríðarlega mikil. Þannig að stutta svarið spurningunni að auðvitað þarf að hafa
og við erum bara bundin af stjórnarskrá og öðru og þú verður að líta til jafnræðis og þú verður að líta á réttaríkið en þú verður einhvern veginn að fá fólki sem búin að byggja upp verðmætin af því að verðmætin felast í því að þú ert búin að markaðssetja, byggja upp þjónustuna að þeir verða að fá að njóta þess líka. Björn, nú hefur þú eða þitt fyrirtæki Icelandia og markaðsett vinsæla áfangastaði í áratugi. Sérðu í þessari þróun einhver tækifæri fyrir ykkur? Já, okkur þykir náttúrulega mjög vænt upplifun okkar gesta og við mælum það og fylgjumst með því. Þannig að það klárlega eitthvað sem við höfum hagsmuni af að upplifun sé góð. En auðvitað verða staðir ekki til að sjálfu sér. Justin Bieber gerði fjárhagslegur vinsælt og við auðvitað íslensk fyrirtæki eru búin að vera markast í Ísland og við hófum að gera gullringi fyrir 40 árum síðan. Og að sjálfsögðu finnst okkur eðlilegt að það sé litið til eitthvað svona veðurreynslu þegar það kemur að þessu. En ég held við séum ekki komið þangað strax og við höfum hérna erindi fyrir dag þar sem við erum að tala auðvitað álagsstýra með ýmsum hætti, flæðistýra, upplifun, hitakort og ýmsar hugmyndir sem hægt að fara í langt áður við förum að takmarka fjöldan og ég held að við séum langt frá því á þessum stöðum í dag. Já, sammála því. Helga, nú fór Bláa lónið á sínum tíma í, það er auðvitað sérstakt dæmi og svona afmarkað, en þið fóruð svona tiltölulega snemma í að takmarka fjöldan sem að getur komið til ykkar á hverjum tíma. Kannski að segja okkur aðeins frá því. Já, einmitt. Það má segja að það hafi kannski ekki komið til að góðu, ef svo má segja. Ég meina það bara svipað og Björn að segja að við fylgjumst með ánægjuskori og menn sáu að ánægja okkar gesta var að fara niður. Þetta var árið 2013 og 12 og 13, það var að aukast mikið fjöldi ferðamanna í lónið og menn voru óánægðir, þeir voru að koma í lónið og þeir sem voru að bíða kannski lengst í röð voru að bíða hátt í 2 tíma að komast í lónið. Þannig að það í raun og veru ástæða þess að stjórnendur þess tíma ákveða að fara í svona stýringu í raun og veru. Hún var sett á þarna og það var ekkit endilega mikil ánægja meðal allra með þessa ákvörðun. Ég var einmitt hjá SAF á þeim tíma og sitt sýndist hverjum. Og það sem var líka kannski vandamáli var líka, það vildu allir fara milli 10 og 2. Það væri bara besti tíminn og það var alltaf allt stappað og svona. Niðurstaðan var sú að ánægjuskorið óx rosalega bara strax og við vorum í raun og veru búin að eyða út þessum þætti en á sama tíma þá fjölgaði gestum í lónið. Af því að ég held að sumuleyti, ef ég held áfram að tala gestir, þetta snýr líka að því að við gerum ekki allt fyrir gestir sem koma til landsins, heldur þeir gera hlutin á okkar forsendum. Þannig að menn fóru að koma þá bara dreifa í raun og veru heimsóknunum meira yfir daginn og við búin að bregðast við með því að lengja opnunartíma og annað. Þannig að þetta hefur gefist gríðarlega vel. Á sama tíma jafnaði þetta rosalega mikið álag fyrir okkar starfsfólk, fyrirsjáanleikinn var betri og meiri. Þannig að það var náttúrulega miklu betra líka gagnvart starfsfólkinu og þjónustustigið í raun og veru hækkaði fyrir vikið líka. Við gátum líka að fara að stýra betur hvenær væri að koma meira einstaklingar og hvenær hópar, af því þeir hafa mismunandi kröfur og þjónustustig sem við veitum þeim og svo framvegis. Þannig að það skilaði sér gríðarlega miklu og svo held ég líka að endursöluaðilar í raun og veru auðvitað skilar þetta sér í ánægðari gestum þeirra að sjálfsögðu líka, þannig að í raun og veru var ávinningurinn allra. Lilja, þú ætlar að... Já, mér langar að segja, ég held að það séu nefnilega svo mikið að tækifærum akkurat í þessu vegna þess að við erum mjög tæknivædd þjóð og erum mjög fljóta, bara eins og þið þekkið öll sem eru hérna í salnum, tileinka okkur nýjar lausnir og við eigum, eins og bara Helga var að nefna að við erum auðvitað alltaf að meta ánægju og við vitum það að okkar gestir sem kom til Íslands, við bara skorum mjög hátt. Þó hafa við aðeins lækkað og við þurfum auðvitað að staldra við og reyna að sjá hvað það getur mögulega verið. En ég held að svona hugvitið og nýsköpunum sem eru í íslenskri ferðaþjónustu komi þarna líka svolítið til með að hjálpa okkur. Og mér finnst þetta bara vera, við erum að tala um álagsstýringu, mér finnst þetta líka vera svona ákveðin áhættustýring. Það er að segja, þú bara eins og þarna, það var komin einhver merki, þið bara farið í þetta, en eru samt að fá fleiri inn.
Þannig að einhvern veginn að fara í alla þessa vinnu að skila bæði fyrirtækinu betri arðseminni meiri og svo ertu líka með ánægðri viðskiptavinni. Þannig að ég held að þetta sé eitthvað af því að ferðaþjónustan mjög við þurfum á vinnuafli við þurfum á miklu vinnuafli að halda en ég held að við getum svolítið nýtt tæknina betur til þess að hjálpa okkur við að finna svona sjálfbæra lausnir á þessu. Hérna, eitt af því sem við höfum orðið var við að hjá landeigendum, hjá prívat landeigendum hafa svona sumir, eða maður heyrta frá gestunum að sumir hafa farið svolítið fram úr sér í innheimtu og eru jafnvel hlaupandi, æpandi á eftir gestunum okkar með pósana að rukka og ekki að bjóða upp á neitt. Annað en það að fólk fá að borga og það kom fram í tveimur erindum í morgun frá Chris í Skotlandi og Tim á Nýja-Sjálandi að þeir eru ekki að innheimta nema þeir séu að bjóða upp á einhverja þjónustu í staðinn. Og maður velti fyrir sig, ég hef líka heyrt frá landeigendum sem segja við þyrftum eiginlega að loka en við getum ekki lokað því við höfum ekki eitthvað svo óskýrt með okkar stöðu. Mér langar að beina til þín Guðlaugs kemur til greina að skerpa á náttúruverndarlögunum og skýra betur stöðu landeigenda í þessu samhengi og draga þá kannski úr eða bæta þá vörun okkar með því að hafa hreinni línur í þessu máli? Sko, allavega mín reynsla er sú að lög og reglur þau laga ekki allt. Og sko, í þessu eins og mörgu öðru þá verður bara sættaði við það að það og stundum tekur rosalega langan tíma af mörgum ástæðum. En samtal og samráð svona alla jafna svona leiðin til þess að ná góðum árangri. En svo getur bara, það breytir engu því að trúðu mér, þannig jafnvel þó að ríkið sé alltumlíkjandi og eigi landsvæðin og allt saman að menn hafa nú ekki nóg fullkomnun til við að vera til þar. Og ég svolítið að vinna úr því hvað ég, allavega þó það lagast mjög mikið, hvað ég ber ábyrgð á mörgum slæmum klósettum víða land, sko. Það er svo gott þetta fór allt til hans. Já, ég uppgöt að ég verið klósettráðherra, það var ekki góð stund, sko. Það var mjög skemmtilegt augnablik. Já, hættu, þetta var bara ekki gott, sko. En það svona öllu gamni sleftu að þá held ég þetta sé alltaf það sama. Sko, að því við erum líka, allavega held ég flest ef ekki öll ferðamenn, allavega ég ferðamaður og ég lít líka á þessi ferðamaður í eigin landi þó svo maður, þú veist, ég alveg jafn mikið á Íslandi eins og við öll hinn og hvað viltu fá út úr ferðinni? Maður bara hugsa, sko, hvenær ertu ánægður? Það er bara þegar upplifun er góð og þú nefndi gesturisna sem að vísu finnst mjög skemmtileg samlíking, það að því ég held að það svolítið í DNA hjá okkur Íslendingum og ánægilegt að sjá ennþá hvað við erum ánægð með ferðamennina, við erum stolt að fá fólk í heimsókn og við viljum gera vel við það, við þurfum svolítið að setja smá hugsun í það. En stundum það þannig, ég nú meira að vera að hugsa með þessar landeigur sem ég heyri svona aðeins af að hvernig getum við hjálpað þeim út úr þessu því að oft þetta landeigundur sem og oftar en ekki sem þetta bara gerist óvart, þeir eru kannski bara bændur og eru bara hamingjusamir í sínu, þeir eru alltaf aldrei að fara í þetta, svo bara allt í einu kom bara eitthvað og þeir eru bara flæðir yfir á einhver ferðamenn og þetta er bara alls konar skaða og ég ekkert alveg viss að sko lagasetningi Alþingi sé besta leiðin til að laga það. Ég held að við þurfum bara að setja aukinn kraft í það og við höfum nálgast þetta þannig að setjast niður með aðilum og reyna að finna fleta á þessu. Það gerðu til dæmis með Fjaðrárgljúfur og það allavega 7.9.13 hefur gengið vel fram til þessa og þar fengum við staðinn fyrir að vaða þar inn ríkið að þá gerðum við samning við alla landeigendur að friðlýsa það og nú verið að byggja upp þjónustu sem var ekki til staðar, trúðu mér, hún hefur ekki verið til fyrirmyndar sem að ég bind mikla vonir á sem að ég held að nýtist ekki bara ferðamönnunum heldur öllu nærsvæðinu sem er eitt af þessum svæðum sem að býður upp á mjög mikið en auðvitað þurfum við að endurskoða lög sem eru áratuga gömul og annars líkt. Það eina sem ég segja það, þú leysir ekkert allt með því og við verðum að taka þetta samtal og það er ekki bara ríkisvaldið og landeigendur, ef við komum til stofnun á landeigendur, þetta snýr líka að sveitarfélögunum og nærumhverfinu. Ég held að versta í þessu sé alltaf bara að lýsa okkur og það er alls staðar þarna því við erum nú öll bara, þetta er nú bara lítið þorp að við erum
þarna rífur svolítið mikið sko, en þegar ógninni þá stöndum við saman utanaðkomandi og maður sér stundur svolítið mikið af svona deilum á milli aðilega sem væri gott að vera laus við, en ég ætla ekki að lofa því að það sé hægt að leysa það 1, 2 og 10. Það þú presti? Já, mér langar kannski aðeins að koma inn á þetta. Ég held að það sé auðvitað mjög mikilvægt fyrir Ferðamálastofu og fyrir líka umhverfisstofu og fleiri sko að vera með, ég held að hvað skorti aðeins betri yfirsýn. Þú veist, eftir að gera svolítið hratt varðandi sko gjaldtöku og sumir segja, heyrðu, við erum ekki að taka gjald ef það er ekki einhver þjónusta. En svo það líka að hugsa að það er kannski ákveðin umferð í gangi, að ef þú býrð upp ákveðna þjónustu, þá er kannski meira stopp. Sko, þetta er svolítið svona, það þarf ákveðna stýringu, en að sama skapi að þá talandi upplifun. Ef það er ekki góð þjónusta og upplifunin er ekki góð, þá bara kemur ekki fólk. Veist, þú hefur alltaf þann hvata að gera vöruna og þjónustuna góða og framúrskarandi til þess að fleiri komi. En það sem ég finnst kannski svolítið vant og ég finn það bara sem ferðamálaráðherra og við höfum rætt að ég og ferðamálastjóri að við þyrftum að sjá þetta svona aðeins betur bara, þú veist, hvernig þetta er að þróast. En ég held að við megum heldur ekki sko vanmeta gestina ef það er ekkert að frétta. Það bara vilja ekki koma á, að því var að tala um tæknina og hugvitið og nýsköpunina, að það er komið miklu meira svona aðhald með gestgjöfum vegna þess að það er bara eitthvað, fólk er að veita umsögn og gestir er að skoða og ég held að skoða meira sér ríkara mæli hér á Íslandi að því að það kostar mikið að koma hingað, þetta er oft margra ára aðdragandi að koma hingað og þetta er oft svona draumalandið að heimsækja. Og ég held að við þurfum einmitt að gæta okkur sérstaklega að því að hvað landið er eftirsóknarvert og ég held að við eftir að ef eitthvað er þá munum við sjá áframhaldandi vöxt. Við viljum auðvitað sé komið í skrefum og þannig við ráðum við hann en ég held að eftirspurnin eftir að sjá stórkostlega náttúru og allt sem við að bjóða haldi bara áfram að vaksa. Það var mjög langt svari, en ég bara samt að segja að þetta var... Kannski koma aðeins inn í þetta, sko, ef við hugsum aðeins á, hver er einhver ánæður ef hann fer á einhvern stað og náttúruperlan er bara svað, bílastæðið er hræðilegt, klósettið er lokað og kannski eitthvað í kringu það vegna þess að það er lokað og kemur einhver ánæður heim og segir þetta var rosa ánægð því þurfti ekki að borga neitt sko, fyrir klósettið sem var lokað. Sko. Eða bílastæðið. Hafi einhvern tíðan heyrt einhvern segja það sko. Ég held að, og þegar maður ferðast, maður alla jafna með þegar maður er í miðborg Reykjavíkur, maður borgar, og Akureyri, hvar sem þú borgar bílastæðagjöld, eðlilega, það kostar að byggja þetta upp og þjónusta þetta. Þannig að ég held að, og ég verð ekki var við það, ég gef nú tal við ansi marga og ég hef ekki verið var við það að, og svo sannarlega þegar maður er annars staðar, þá þetta er eitthvað sem að þú fer hvergi, mörgum löndum í Evrópu fer ekki á eitt einasta klósett, hvort sem er bensinstöðin einstæðan nema að borga. Það er ekki eins og við séum eitthvað að finna þetta upp. Þú metur þetta ekki þannig, þú metur þetta þannig, sko er klósettið hreint og fínt. Það er svo augljóst þannig klósettmálaráðherra. Já, ég er bara, hef sterkar skoðun á þessu og þú vilt hafa þarna bílastæðið þarna snyrtilegt og þú vilt hafa góða þjónustu og svo auðvitað náttúrulega náttúruperla svo að horfa og hún verður að standa undir væntingu. Þannig að, og mér finnst að við eigum að nálgast þetta með þessum hætti. Björn, þú myndist aðeins áðan að við værum búin að vera að aðgangsstýra lengi. Já. Og hvað finnst þér vera svona kannski best heppnuðu svona aðgerðirnar og það sem við höfum farið í því sambandi? Mér finnst bara almennt hafa gengið vel eins og hjá okkur erum við að bjóða gullhringinn upp á það 3 ferðir á dag. Þannig að við erum að velja okkur þá álagið og þegar við förum í markaðsátök þá reynum við frekar að fara í markaðsátök og þær ferðir sem eru á rólegri tíma. Þannig að það er hægt að nýta þessa álagsstýringu á margan hátt og til þess að beina ferðamönnunum. Og svo þetta líka höfum við verið að upplýsa okkar viðskiptavini hvernig er álagið eftir tímum og þannig að það er klárlega. En það er þessi bílastæðagjöld, þetta er nú hitamál líka hjá SAF, en það er auðvitað vilt að vestri og við vitum það og það er eitthvað sem þarf bara að taka á. Það eru auðvitað fjölmörg fyrirtæki að standa í þessum innheimtumálum
og gera þetta með alls konar hætti og þetta ekki góð upplifun fyrir okkar gesti, hvernig staðið að þessum bílastæðamálum hér og það eitthvað sem klósettmálaráðherra mætti koma inn í. Ekki að Gulli minn, ég ætlaði ekki að gera þetta eitthvað rugl hérna. Já, en það má örugglega laga það, en ég held að það verði engin samstaða það að skattgreiðendur greiði það, sko. Nei. Þannig en ef ákveðið regluverk í kringum Já, allt í fínu lagi með það, sko, en ef að menn vilja hafa þetta, þá þarf einhver að borga fyrir það. En ég held að sé samt alveg þannig og það skrifast á okkur að þó að það hefði gengið rosalega vel í ferðaþjónustunni og hún búin að vaxa svona mikið og mér verður þetta bara, alveg með ólíkindum, sko, hvernig þetta hefur þróast eins og Guðlaugur var að segja, hálfgert ævintýri, en það eru líka alltaf eitthvað sem við getum gert betur eins og Björn var að segja, varðandi hvernig er verið að rukka, því að þú getur líka lent í því og það er alveg skiljanlegt það sem Guðlaugur og fleiri eru að segja að þú ferð í einhverju uppbyggingu á einhverju stað og þú fjárfestir og þá vill landeigandinn fá eitthvað. En ef við erum eiginlega komið með þetta út allt land og þetta er orðið óbúslega umfangsmikið, þá er allt í einu heildarupplifunin mögulega ekki eins ánægjuleg og hún var. Þannig að eina sem ég segi bara er að við auðvitað bara stjórnvöld tökum öllum þessum ábendingum mjög alvarlega vegna þess að ferðaþjónustan fjöreykið okkar. Og ég vil meina það að það búið að vera gengisstöðugleikir, allt svo hrætt við ég segi eitthvað svona, það bara fara allt í fjandans og leiði búin að segja það. Það búið að vera gengisstöðugleiki hérna bara eiginlega síðan 2018 og ég held að þetta hafi bara ekki gerst áður í hagsögunni að við höfum verið með svona mikið stöðugleiki í svona langan tíma. Af því að hinnar útflutningsgreinar, þær eru miklu sveiflukenndari. En ferðaþjónustan, að því að hún hefur tekið, finnst ykkur eins og mér gaman að ræða hagfræði, ég bara heyri sjálf mig hérna, ég ætla samt að klára þetta, að því að það er búið að lengja ferðaþjónustu tímabilið og það hefur tekist gríðarlega vel. Þannig að það er miklu stöðugara flæði inn af gjaldeyri í tengslu við ferðaþjónustuna en þegar við erum að selja orku eða sjávarútvegurinn með fullri virðingu fyrir þeim greinum. Og þetta er alveg nýtt. Eitt sem ég langa að spyrja þig, Lilja, í varðandi nýja ferðamálastefnu og aðgerðaráætlun til 2030. Það fjallað innleiðingu á álagsstýringu á ferðamannastöðum og jafnframt talað breytt fyrirkomulag á gjaldtöku af ferðamönnum. Tengir þú þetta tvennt að einhverju leyti saman og ef já, þá langar mig að biðja þig að útskýra hvernig? Ekkert endilega. Það sem við höfum bara verið að tala gistináttaskatturinn og við höfum verið að velta því fyrir okkur og það kemur fram í ferðamálastefnunni að hann auðvitað sértækur á ákveðna grein innan geirans. Og auðvitað væri eðlilegra að það væri meira jafnræði á milli þeirra sem eru í geiranum. Eitt af því sem við höfum verið að skoða og partur af álagsstýringu en þolmarkagreiningin þarf auðvitað að koma á undan hvort að við myndum breyta því að þú greiðir fyrir að fara inn á ákveðna staði. Mögulega nú ég að fara inn á svið kollega minns, en þetta eitthvað sem við þurfum að ræða, að þú greiðir inn að fara inn í þjóðgarðan okkar og á móti afnemum við gistináttaskattinn. Þannig að þú gerir þetta meira með þá notkun. Eða svo önnur leið sem ég held að geti líka verið að þú greiðir innviða náttúrugjald sem ferðamaður út frá því að þú ætlar að heimsækja ákveðna staði. En þetta eru við að skoða og partur af ferðamálastefnunni. En ég ekki hrifin að því að við bara ákveðum eitthvað án þess að þetta sé gert í góðu samtali og samræði við greinina. En þetta alveg möguleiki, en ég ekki hrifin af því hvernig þessi skattheimta hefur verið að þróast svona sértækur skattur þarna. Viljið þið eitthvað bregðast þessu? Nei, svo sem ekki. Þetta gistináttagjald og öll svona, ég held að ákvarðanataka ferðamanna þegar þeir eru að koma til lands og við erum að ferðast, þá erum við að skoða kostnaði flug, kostnaði gistingu
og kostnaði bílleigubíl. Þetta svona kannski það þrennt sem við vegum og metum þegar við tökum ákvörðun. Þannig að það auðvitað ef það lækka verð á þeirri vöru þá það gott. En hins vegar eru að koma núna kílómetragjöld, við verðum að stefna 10 næsta áramót sem hækka verð á bílleigubílum. Það ekki góð skattlagning fyrir íslenska ferðaþjónustu. En klálega þarf bara að útfæra þessi gjöld og við væntanlega það samtal við stjórnvöld hvernig það verður gert, hvernig það verður útfært. Ég meina við verðum bara að taka mið á þessum veruleika og við heyrum það auðvitað líka að þú veist að mikilvægast eru þessi ákvörðunartaka þegar þú tekur ákvörðun að ferðast til Íslands að við þurfum að átta okkur á því stjórnvöld hvað ræður því og við þekkjum það að það eru þessi 3 þættir og þurfum bara að skilja það. Kannski bara aðeins út af þessu að ég held að það sé nú mjög rétt með krafa að menn vilja hafa jafnræði eins og með þau aðeins sem selja gistingu að það sé jafnræði í gjöldum þar. Ég held að það sé náttúrulega bara eitthvað sem mjög erfitt að mæla gegn. Ég held eins vegar og ég veit ekki hversu það hátt á lofti en eftir að við breyttum svona nálæðinni varðandi þjóðgarðana að sveitarfélög og nærsamfélagi séu í meiri hluta þar auðvitað með hagsmunaaðila inni eins og ferðaþjónustuna þá kom mjög mikill áhugi á þjóðgörðum og það sem sagt þarna eftir undirbúningsstarfa þá eru menn að fara að undirbúa þjóðgarð á Langanesi, Vestfjörðum, Dölum, hugsanlega Þórsmörk og menn að líta til eins og Snæfellsnesi sem nú sagði sín þekki mjög vel þar sem að þau eru með allt samfélagi með þá breytur hlutunum. Frábært dæmi. Og það Snæfellsnesið, þjóðgarðurinn alveg stórkostlegur. Ég móðga engan vini minn á Snæfellsnesi að ég var að fara þarna fyrst með rútu sem hét Gráni að keppa með Skallagrím. Þetta var ekki glæsilegt svæði. Núna þetta stórkostlegt svæði, ekki bara þjóðgarðurinn, heldur þetta búið að smita svo út í samfélagið og þarna finnum maður þessa samstöðu á bakvið það. Og á hverju ég nefna þetta? Vegna þess að ég tel það sé mjög mikilvægt þegar við erum gjaldtöku. Þetta þannig í einu fullkomna heimi, þá bara getum við byggt allt upp og það kostar ekki neitt. Og ég tek því bara alvarlega og við þurfum að ræða það ef útfærslan einhvern veginn þannig að það má bæta hana. En ég held að það sé mjög mikilvægt að þeir sem að byggja upp og að stýra þetta, þeir fái þá gjaldtökuna til sín. Og þannig að það fari í uppbygginguna þar. Af því ég hef séð bara og þekki ég bara inn á mínu ráðuneyti og skoðum tilbaka þegar út með þessa sjóði það kemur einhverju peningar inn og menn ætla að deila því út einhvern veginn. Við vitum alveg hvernig það fer. Og þú verður að fá fólk að njóta þess þegar að það að byggja upp og gengur vel að það viti það að gjaldtaka sem enginn vill fara í og það þarf alltaf að líta til við erum í samkeppni við önnur lönd, það liggur alveg fyrir. Við erum eyland en ekki eyland þegar kemur að ferðamennsku. Þannig að það sé þá alveg tryggt að þeir fjármunir sem fara þar inn að þeir fari í uppbygginguna á viðkomandi stað. Og þetta eru forsendurnar þegar við lögðum fyrir þetta fólk sem að við vorum að vinna með í þessum hópum sem ég nefndi. Þó ekki komið niðurstaða endanlega í alla og ekki til dæmis Þórsmerkur hópinn. Og þegar þú nálgast þetta með þessum hætti þá eru fólk tilbúið í verkefnið og fullt tilhlökkunar. Mér langar að taka undir þetta einmitt, það er svolítið gott að finna svona stærri skipulags einingar að koma hlutunum eins og þjóðgarðar núna, ekki svona bara eitt svæði út af fyrir sig. Og eins og þú nefndir mikilvægi þess að hafa samfélögin með. Nú höfum við verið að byggja upp í Kerlingafjöllum og erum að byrja í Þjórsárdal og svo framvegis. Í okkar höfum við bara lykilatriði, við gerum þetta ekki ein. Og það er gríðarlega mikilvægt fyrir samfélaginu að fá fyrirtæki að. Þannig að vera í góðu samtali við sveitarfélögin, nú umhverfisstofnunina sjálfsögðu og svo fyrirtækin og ná einhvern veginn að taka utan svæðin saman. Það er gríðarlega mikið fengið með því og við höfum verið mjög heppin með það, mjög gott samtal og samstarf á þessum 2 svæðum. Og ég vil trúa því að það verði til þess einmitt að þá saman stöndum við vörðum svæðið, tryggjum álagið með uppbyggingu, það eru stígar eða hvernig ætlum við að bjóða gestunum til okkar og standast þær væntingar sem hann hefur. Og ég held að það verði best gert með þeim hætti. Og ég held að séu mörg og það var áhugavert í morgun að hlusta á erlendu fyrirlesrana einmitt tala þetta og eins líka hann Gunnar frá Háskóla Íslands varðandi
samfélagið og áhrif ferðaþjónustunnar á samfélög. Hefur mikið að segja og samtalið okkar við þjóðina skiptir miklu máli fyrir greinina. En í erindi Chris Taylor í morgun þá kom fram að Skotar að glíma við svona ákveðna fjölmiðla mýtu sem að við könnumst vel við. Að það sé fjallað mikla offerðamennsku í Skotlandi og það fer í erlenda fjölmiðla eða þaðan og meðan að staðreyndin er sú að ánægja ferðamanna þar eins og hér er bara með því hæsta sem gerist. Hvernig getum við eða hvað getum við gert til þess að breyta þessu? Af því að þetta tengist auðvitað álagsstýringu. Það eru ákveðna myndir eins og hann bent á í morgun, það eru tekna myndir á ákveðnum stað og ákveðnum tíma og þær fara svo heiminn. Þannig að bara veltaði fyrir mér hvernig við getum hvaða áhrif hægt að hafa á þetta. Ég held að sé bara eins og kom fram hjá Helgu áðan að ég held að þetta sé svona ákveðin áhættudreifing, álagsstýring og við þurfum bara að hugsa þessi gæði sem við erum og þessi vara sem er verið að selja og þjónusta og þetta er eitthvað sem tekur ákveðin tíma en hingað til þá eru gestir okkar, þeir eru ánægðir en við sjáum að ef þjóðin alltaf erfitt að fullyrða fyrir þjóðina en ef við sjáum að heimafólk farið að sýna einhverja óánægju, við sjáum dæmi að Barcelona eða Mallorca, þá það auðvitað mjög varasöm þróun. Ég held hins vegar að þetta sé ekki staðan hér. En ég held að það þurfi samt sem áður að vera á tánum af því að stundum bara, eins og ég var að lýsa hérna áðan, kemur upp eitthvað augnablik sem einhvern veginn verður mjög sterk upplifun sem kannski ekki endilega, gefur kannski ekki raunsanna mynd af þessu og ég dvel nú mikið á Gullna hringnum bara frá því ég var barn, við erum með sumarbústað við Brúará og ég fer mjög oft á Geysi og Gullfoss, meðal annars til þess að skoða aðstæður og þetta bara, það álag á vissum tímapunktum en öðrum bara alls ekki og þannig að ég held að sé kannski þá verkefnið okkar enn og aftur að nýta okkur rannsóknir, greina þetta og taka svo ákvarðanir en við þurfum að taka þetta samtal við þjóðina, tala ábatan sem kemur á ferðaþjónustunni og ég held við þekkjum þau öll hér inni, þjónustustig ferðaþjónusta, það að ferðaþjónustan sé búin að vaxa og eflast, það miklu hærra þjónustustig á Íslandi, hvort sem það sé í Reykjavík varðandi aðgengi að veitingastöðum eða hótelum og ég held að COVID hafi verið einmitt svolítið, það var alveg ótrúlegt álag á ferðaþjónustuna en Íslendingarnir fóru að ferðast landið sem þeir voru ekkert búnir að gera svo mikið nema að fara á einstaka fótboltamót með börnunum sínum og uppgöta allt í einu að hér bara háklassa ferðaþjónusta og við sjáum það líka í tölunum að Íslendingarnir eru farnir að ferðast meira jafnvel eftir COVID. Það heldur margir að þeir myndu bara fara bara aftur á þessa staði sem við erum búin að gera en ég held að líka verið sérstakt áhersla hjá ferðaþjónustunni gagnvart heimafólki og ég held að það búi til jákvæðni og minnki þessa umræðu. Ég tek undir og ég held að við megum aldrei gleyma því við eigum víðfeðmt land, við eigum stórt land, það eru jú álagspunktar á einstaka stöðum og að það kom einhverja svona myndir þaðan, en þá í stóru myndinni skiptir öllu máli að við séum dugleg að segja okkar sögur út allan heim og þess vegna það markaðssetningin sem skiptir öllu máli og það ekki bara hægt að ýta on og off þegar við þurfum á því að halda. Markaðssetning viðverandi og þið þekkið öll sem eru að vinna í þessum fyrirtækjum. Við þurfum að tryggja umræðina og einmitt að byggja þessa ímyndi gegnum þær myndir og annað sem við höfum verið að vinna með og fyrirtækin hér og Íslandsstofa og aðrir gríðarlega vel síðustu ára og áratugi. Þetta megum við ekki missa niður. Við fundum hvað þetta skilaði okkur miklu í COVID, að halda áfram markaðssetningunni. Þannig að þetta akkúrat lykilatriði til að bregðast við svona áhættu þáttum eins og Skotarnir lentu í, þannig mínu viti.
því? Við fórum nú með SAF í þetta verkefni í fyrra góðu gestgjafar. Það ég held að það sé ákveðið vandamál bara ímynd ferðaþjónustunnar hjá Íslendingum. Og það getur bara verið svo grunnt að maður fara á veitingastað og maður getur ekki tala íslensku við þjónin. Þannig að við hjá okkar fyrirtæki erum að liggja miklu meira áherslu á íslensku kennslu og vorum einlega bara að tala sem verkfæri inn hjá okkur. Og ég held að það sé ákveðið hluti líka bara upplifun gesta. Það að við bjóðum góðan daginn og bjóðum fólk velkomu og notum íslensku. Og við þurfum að efla íslensku kennslu til þeirra fjölda útlendinga sem að vinna í greininni. Og það bætir upplifun og þar held ég að bara fyrirtæki og við bara öll ferðaþjónustu og stjórnvöld geta komið að því sveitarfélögin að bæta það. Örstuð, þú ert komin á heimasvæði, Lilju. Nei, Lilja, ætlar að bregðast við? Þetta gleður mig óendanlega að heyra að þið séu að leggja sérstaka áherslu á tungumáli vegna þess að sko, ég er búin að vera svolítið að bögga stjórn Isavia í sambandi merkingar á Leifsstöð. Ástæðan meðal annars þessi, það eru stundum bara einhverju svona punktar, þið vitið, þegar fólk að fara til útlanda og í Leifsstöð, þið vitið Leifsstöð, Leifur Heppni og allt það og það bara allt fyrst á ensku. Þá finnst mörgum eins og sé bara verið að taka landið yfir, þið veitir hvernig þetta eða bara fólk sem talar ekki ensku og fyrir á veitingastað og þau eru bara matseðlar á ensku. Þetta að búa til óþarfa óþol sem við getum lagað og þess vegna alveg frábært að heyra að þið séu einmitt að fara markvisst í þetta og það það sem við höfum líka verið að búa til þennan ramma með því að vera að fara í aðgerðir í tengslu við tungumálið okkar af því ég held að við þurfum öll einhvern veginn að lifa saman með þessu nýja hagkerfi en risastór þáttur að bæta íslensku kennslu og að fólk geti talað, þeir sem eru hér, talað einhverja íslensku, bara til dæmis að geta heilsað og vera með einhver svona grunnþætti, heimafólki þykir mjög, eða okkur þykir vænt það, heimafólki. Já, ferðamannum þykir líka vænt það. Sorry. Nei, kannski ég held að það nokkrir þættir, fyrst að þetta eilífar mál. Af því að það dugar ekkert bara einhvern veginn bara nú eru hættir í markaðssetningu, nú eru bara slaka og gengur svo vel og þá fer þetta bara niður og við þurfum alltaf að vera á tánum í þessu. Þetta erum að fá ofsalega mikið upplýsingu strax, bara samdægus í rauninni en við þurfum betur upplýsingar allt frá Hagstofunni, kortaveltu og fjölda ferðamanna, gistinótta. Maður finnur það veldur manni vonbrigðum hvað við erum með lélegar opinberar upplýsingar sem náttúrulega nauðsynlegt til þess að geta tekið réttu ákvarðanir. En svo held ég líka að við bara vera dugleg og það er nú áhugavert að við séum sammála hér að því að hlutirnir, þegar þú tekur þessu sjálfsögðu þá alltaf hægt að glutra þeim. Sko, það ekkert mörg ár síðan menn voru að reyna að bjarga Laugaveginn. Reykjavíkurborg var bara í fund eftir fund bara að finna að flöta því. Ferðamaðurinn bara búinn að gjörbreyta því. Ég meina, þá kom COVID og þá myndum við aftur eftir þeirri stöðu. Rétt, og ég meina, sko, ég þekki aðeins Vík í Mýrdal þegar ég var þarna að byrja að keyra þar að því að við erum komið fyrir Skaftatungu. Þú veist, það fór í október, það var bara 1 kall og bensínstöð, sko. Það var ekkert meira, sko. Fínt kall, sko, en núna ertu byrjað þjónustustigið út land náttúrulega með slíkum ólíkindum og ég fullyrði það að það fáir nokkrir staðir í heiminum ef við tökum núna hérna það svæði sem við erum á sem eru jafn hátt þjónustustig þegar kemur að veitingastöðum eins og hér en það sama við út landi, ég held á Akureyri núna að þú getur borðað í hádeginu á 36 stöðum það svolítið sko og það ferðamaðurinn því ég var í menntaskóla fyrir nokkrum árum þá var bautinn og terjan og hérna ekki að nota mikið, hafði ekkert efni á því. Heyrðu, það bara líða lokum hjá okkur, það bara nokkra mínútur eftir. Við langar að kannski biðja ykkur að horfa aðeins til framtíðar. Við erum með hérna aðgerðaráætlun, ferðamálaáætlun og aðgerðaráætlun til 2030. Þar sem hérna meðal annars fjallað álagsstýringu og við eftir að fjalla mikið hana á næstu misserum, eða mánuðum og misserum. Mér langar að biðja ykkur kannski bara að byrja á þér Bjössi að kannski horfa aðeins til framtíðar, hvernig svona þetta gæti litið út 2030 og eins líka bara hvort þú sért bjartsýnn á þennan leiðangur sem við erum svo til að hefja núna. Já, mér líst mjög vel á þetta verkefni og bara frábært og gaman að tekið þátt í því. Og ég held að þessi hagsmunir okkar alla
að hugsa þessu upplifun bæði gestana og við ræddum aðeins íbúana líka. Þannig að það klárlega eitthvað sem við þurfum að finna þennan balans. Við viljum vera atvinnugrein sem vinsæl hjá Íslendingum og fólk þykir vænt íslenska ferðaþjónustu. Og það við heyrðum í dag, það hægt að álagsstýra með margvíslegum hætti. Við erum öll sammála að gjaldtaka ekki lausnin í álagsstýra. Það aðra lausnin sem við viljum sjá. Og það samtal bara fagna og ég veit það að fyrirtæki, hagsmunaaðilar munu koma að því og stjórnvöld og það munu allir koma að því verkefni. Þannig að ég hlakka til að taka þátt í þeirri vinnu. Helga? Já, ég tek undir það og ég sé bara tækifæri sko. Það bara þannig og ég tók nefnir þátt í þessari vinnu líka og flott vinnu og gott frumkvæði að vera að koma með stefnuna núna til 2030. Eins og ég sagði áðan, við eigum þetta stórkostlega land, við eigum svo margt sem aðrir eiga ekki og við höfum sýnt svo mikla þrautseigu í gegnum svona síðustu krefjandi stundir. Þannig að ég einhvern veginn vil bara trúa því að með þessu samtali eins og ég var kannski aðeins að nefna áðan að ná einhvern veginn sveitarfélögunum og stjórnvöldum og öðrum að við getum talað saman í þá stærri aðeins einingum og þá verðum við fljótt einhvern veginn að koma okkur áfram hvað varðar álagsstýringuna. Og það svo ánægilegt að sjá þetta og einhvern veginn að ná því í gegnum mögulega þjóðgarða svona menningu sem kannski þá eflast hjá okkur. Ég bara mjög spennt, hlakka til. Guðlaugur? Ég bara bjartsýnn og mér finnst þetta ofsalega spennandi verkefni. Ég held að ef þú segir hvernig sjá Ísland árið 2030, ég sé græna sjálfbæra ferðaþjónustu og það algjörlega í DNA-nu í okkur, hitaveituvæðingin var og rafvæðingin, þetta bara við erum fremst í heimi í þessu. Fólk horfir til okkar og við erum öll, ég meina öll þjóðskáldin voru alltaf að yrkja landi okkar af því að við okkur þykir svo vænt náttúruna og ég held að við séum bara öll þar og það sem ég sé fyrir mér að en þetta hangir allt saman, þetta ekki andstæðir pólar, hugviti ekki andstæðir ferðaþjónustunum, það við nýtum það í ferðaþjónustunum og ég veit það og við höfum séð það. Ég sé fyrir mig fleiri segla víðsvegar landið, ég sé betri innviði og ég sé til dæmis bara við séum grænt innanlandsflug sem að gera það verkum að það sé ein leiðin sem við getum notað meira heldur en við gerum núna og þannig að þegar að menn hugsa Ísland sem ferðaþjónustuland og sem eitthvað til að heimsækja þá að hugsa stærra heldur en við erum að gera núna eða fleiri staði og þetta og ég líka, ég bara mjög ánægður með það að við höfum haldið almannaréttinum. Þú getur bara farið allt á þess að þurfa að borga. Því það bara þannig og við höfum alveg haldið því þó svo við þurft að fá fjármuni inn í uppbyggingu sem alveg nauðsynleg að þá þannig að það þarf enginn að borga inn eins staðar. Mér finnst það góð regla og ég mjög ánægður að því var nú ekki með einhvern dag að maður heyri það að menn eru með akkúrat leiðir sem kalla ekki á það að það þurfi alltaf að taka upp veskið, heldur bara svona skynsama leiðir til þess að gera það verkum að þú fá að njóta vegna þess að það sé ekki alltaf margir á sama tíma. Þannig ég var bjartsýnn á að komin inn og ég ennþá bjartsýnn eftir þetta pallborð. Takk fyrir. Lilja, loka orð. Já, ég alveg sammála þeim sem hafa talað hér og í pallborði að framtíð ferðaþjónustunnar mjög björt og þetta breytt Ísland alveg rosalega við höfðum, þetta svona, þetta sjálfbær byggða aðgerð og í grein sem heldur áfram að vaxa og ég held við eigum líka eftir að sjá það að það verður aukin eftirspurn og ég sammála Guðlaugi að við þurfum fleiri segla og þeir eru bara í þróun víða allt land. Ég myndi vilja sjá meiri, ég myndi gjarnan vilja að flugvöllurinn á Akureyri, að við fengjum meira að beinu flugi þangað til þess að lengja bæði tímabilið og að það séu fleiri staði sem geta náð að þróa sig sem vöru og annað slíkt en mér finnst bara líka forystan í íslenskri ferðaþjónustu hún mjög fagleg og til í einmitt þetta samtali eins og hún bara að ræða tungumálið okkar og mér finnst það mjög mikilvægt einhvern veginn að hvað fólk tilbúið til þess að koma að lausnum. Við sjáum áskorunir en við ræðum okkur einhvern veginn niður á lausn og ég bara afskaplega þakklátt fólkinu í ferðaþjónustunni fyrir að hafa unnið þessa góðu ferðamálastefnu og aðgerðaáætlun. Já, kæra þakkir. Takk fyrir að taka þátt í þessu pallborði og vera hérna með okkur í dag. Lilja, Guðlaugur, Helga og Björn. Ég ætla að fá að rölda hérna yfir og slíta hérna þessum degi.
Kæru gestir, við erum komin að lokum ferðaþjónustu dagsins 2024. Ég vil byrja á að þakka ykkur öllum fyrir daginn og hafa sýnt þessu mikilvæga málefni þennan áhuga. Við höfum fengið ómetanlega innsýn bæði frá innlendum og erlendum sérfræðingum sem hafa deilt með okkur reynslu sinni og þekkingu hér í dag. Sérstakar þakki vil ég færa erlendu fyrirlesarunum okkar, Susan, Chris og Tim, sem kom hingað frá Bandaríkjunum, Skotlandi og Nýja-Sjálandi til að deila með okkur reynslu sinni og lausnum á þessum sviðum. Susan, Chris and Tim, thank you very much for being with us here today. Innsýn þeirra hefur sýnt okkur hvernig við getum nýtt alþjóðlega reynslu til að takast á við áskoranir hér á okkar landi. Einnig þakka ég íslensku fyrirlesarunum okkar sem hafa deilt sínum sérfræði ráðum og ráðleggingum og lýst þeim áskorunum sem við stöndum frammi fyrir víða land. Einnig vil ég færa samstarfsaðilum okkar, Ferðamálastofu, Vatnajökulsþjóðgarði, Þingvallaþjóðgarði og Umhverfisstofnun kærar þakkir fyrir frábært samstarf. Ég vil líka þakka starfsfólki okkar hjá samtökum ferðaþjónustunnar sem lögðu í ómælda vinnu til að gera þennan dag að veruleika og ég vona að þið hafið öll notið bæði fyrirlestrana og þeirra umræðana sem hafa farið fram. Með þessum orðum vil ég þakka ykkur öllum enn og aftur fyrir þáttökuna og framlagi ykkar. Ég hlakka til að fylgjast með þeirri þróun og framförum sem verða til úr þeim umræðum sem hafa átt sér stað hér í dag. Í lokin langar mig að bjóða ykkur á móttöku í boði umhverfis, orku og loftslagsráðherra hér fram og eftir. Frábært tækifæri til að hitta fyrirlesaran okkar, aðra gesti og stunda almenna netagerð. Takk kærlega fyrir komuna og góða heimferð. Takk.